Sonur sitt mitt á og hans upprisu trúa má. Ég mun sigur Jesús sjá, blóðsinn sigur kraftinn fá. Amen, amen. Ég á líf í upphann reis. Amen, amen. Undirtek eilíft lag og ávallt sín, því upphann reis. Lá ég lífan í gröf, á mig lagst hafði synd og böl. Kallar náð hans nafnið mitt, mér nýtt líf hann gefur sitt. Amen, amen. Ég á líf því upphann reis. Amen, amen. Undirtek eilíft lag og ávallt sín, því upphann reis. Og því vil ég lifa, því upphann reis. Og því ég frjáls. Ég veit hans hönd mitt líf og framtíð leiða mun. Amen, amen. Ég á líf því upphann reis. Amen, amen. Undirtek eilíft lag og ávallt sín. Amen, amen. Ég á líf því upphann reis. Amen, amen. Undirtek eilíft lag og ávallt sín, því upphann reis. Því upphann reis. Amen. Velkomin á samkomu hjá okkur í dag. Innilega velkomin. Það þessi fallegi sunnudagur og það kannski að koma bara vetur. Lok nóvember og þetta allt að koma. En það 1. aðvent í dag. Jólin að koma, stressið eykst og við mögum ekki gleyma hvað jólin snúast, og það frelsarinn okkar fæddist á þessa jörð. En við ætlum að biðja saman, við ætlum að biðja Guð að vera með okkur hér í dag. Endilega takið þátt, og þeir sem heima sitja velkomin á samkomu, endilega lofið Guð með okkur þar líka. En við ætlum að biðja Guð að vera með okkur hér í dag. Heilaga Drottinn, ég þakka þér fyrir trúfestin, ég þakka þér fyrir hver þú ert. Ég þakka þér fyrir að þú ert hinn sami í gær og í dag og alla eilífð. Drottinn, vertu með okkur hér í dag, leið okkur að lyfta þér upp. Hjálpa okkur, Drottinn minn, að gefa þér allt sem við erum, Drottinn. Við lofum þig, við tignum þig, Drottinn minn, og lyftum upp nafnin þín í dag. Í þínu heila og undursamla nafni, amen. Og endilega takið þátti með okkur í lofgjörðinni. Trúin fari fjöllin, lát þau færast hér. Í hjörtum eftir væntum, bíðum eftir þér. Bíðum eftir þér.
frelsið hefur gefið og elskað mig svo bíðum eftir þér og í þögn lyftum hönd til þín, aðeins þig lofum við, syngjum Þú eflir öll í loforð þín til mín. Við návist þína þráum, við föðnumst aðeins þín. Bíðum eftir þér og í þögn lyftum hönd til þín, aðeins þig lofum við, syngjum bíðum eftir þér og í þögn lyftum hönd til þín, aðeins þig lofum við, syngjum bíðum eftir þér og í þögn lyftum hönd til þín, aðeins þig lofum við, syngjum halleluja, við syngjum bíðum eftir þér og í það lyftum hönd til þín, aðeins þig lofum við og syngjum
is the Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Sing this out. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Jesus. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Clothed in rainbows of living color, flashes of lightning, rolls of thunder, blessing and honor, strength and glory and power be to you. The only word is King. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Filled with wonder, awestruck wonder at the mention of your name. Hallelujah. Jesus, your name is power, breath and living water, such a marvelous mystery. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Oh, creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is
Heyrist. Löngfæðing. Dísi Guði, má ég heyra amen? Ef ekki að rísa eins og fætur og bara aðeins að teygja hendur okkar til himins og lofa drottin Jesú í dag. Jesús, við bara lyftum upp nafni þínu, drottin. Ég þakka þér fyrir það, drottin minn, að þú ert hér í dag, drottin. Og Jesús, það sem að 2 eða 3 eru samankomnir í þínu nafni, þar ertu mitt á meðal. Og drottin, ég bara þakka þér fyrir það að þú ert hér. Og drottin minn, Jesús, og þú lofar í orðið þín að við þurfum ekki annað en að ákalla nafn þitt. Harabashiaka, þá gerist eitthvað í andrúminu, halleluja. Og drottin, við bara áköllum þig í dag, drottin. Þegar hið náttúrulega myrkur færist yfir, drottin, þá tendur við ljós og við lyftum upp þínu nafni. Og drottin, því að þú ert ljósanna, drottin. Þú ert sólin, drottin. Og ég bið Jesús bara að lýsa yfir einn og sérhvern hérna sem er hér í dag, drottin. Og ég bið Jesús að gefa okkur kraft og styrk, drottin, til þess að halda göngun áfram. Að gera, drottin, þinn vilja og láta ekki af, drottin minn, Jesús. Og ég bið drottin að gera okkur ljós í myrkri. Halleluja, eins og viti á hæð, drottin minn, að fólk mætti vita að þú ert okkar frelsari og við biðjum í Jesú nafni. Halleluja. Ég var að hugsa það í lofgjörðinni, hvað er mikilvægt, vinir, að lyfta Guð upp í öllum kringumstæðum. Halleluja. Það er hérna það sem að í rauninni skilur á milli feigs og ófeigs. Það er ekkert mál að lofa Guð þegar vel gengur. Það er ekkert mál að lofa Guð þegar við erum upp á fjallstindunum. En það er þegar við förum í dalinn sem það reynist erfiðara. En mér langar samt til þess að hvetja ykkur að lofa Guð einmitt í dalnum því að þið kynnist Guði með alveg nýjum hætti. Þannig að þegar manni líður ekki þannig, þegar þú upplifir fjarlægan, lofaðu bara Guð. Því að hann er nálægur og hann vill vera hlut af líf okkar, vinir. Og hann, vitið það, við þurfum að gefa honum plás og ég held oft á tíðum þegar við erum að gangi í gegnum erfiðleika þá lokum við okkur pínlítið af. Ég er allavega svolítið þannig. Ég fer að herða hjarta mitt. En Guð vil einmitt þá að við sækjum fram og við bara tengjumst hjarta hans með alveg nýjum hætti. Og ég trúi því, vinir, að við erum að sjá kynslóð og við erum að sjá fólk vaksa í þessu. Það er ekki bara Jesús á sunnudum, það er Jesú alla daga. Það er Jesú kvölds og morgna. Það er Jesú allan daginn, vinir. Fólk sem er biðjandi, sem er alltaf að hugsa Guð, sem lætur ekki af að lyfta upp nafni Jesú yfir öllum kringumstæðum. Og vinir, ef að heimurinn þarf á einhverju að halda, þá er það þetta. Þá er það ljós Guðs. Halleluja. Er þið ekki sammála? Takk Jesús. Og vitið hvað ég upplifi? Ég upplifi eins og það sé eldur að kvikna í húsi Guðs. Það er eitthvað mikið að eiga sér stað. Og ég er spennt fyrir því sem er komandi. Þannig ég veit ekki með ykkur en ég ætla bara að fagna og gleðjast í dag. Því ég veit hann er stór, hann er mikill og hann gerir furðuverk. Og vitið það mínar og þína kringumstæður eru ekkert fyrir drottni. Hann getur snúið við högum okkar alveg á núllinu. Þannig að gefum honum dýrðina í öllum hlutum alltaf. Má ég heyra með hann? Takk Jesús. En við ætlum að gefa Guði dýrðina með peningunum okkar. Við ætlum að taka samskot. Og hér eru reikningsupplýsingar, þið getið lagt hérna inn á þetta reikningsnúmer eða þið getið farið fram og nota posan eða þið getið gefið í baukinn sem er aftast, hvernig sem að þið vilja hafa það. En ég ætla bara að blessa ykkur með því að Guð heiðrar og blessar glaðan gjafara. Í Jesú nafni. Amen. Leo hérna upp, hann ætlar að kveikja á kertinu, við ætlum að syngja aðvenduna. Hvað er hann upp, esku mín? Sandja mín vill ekki syngja með mér í dag, svo það var á það. Vilt þú syngja með mamma minn í dag? Nei, eitt. Ekki. Viltu syngja með mér? Nei, ok. Við kveikjum einu kerti á hans koma nálgast þér sem fyrstu
Við ætlum að halda áfram með lággjöruna. Við krossinn finn ég ná, í blóði þín laust. Hver fagur faðmur þinn, opinn hann opinn hann ást mín og von, Guðs eini son, Jesús, Jesús, báðar hönd þín, endalaus mín, Jesús, Jesús, djúpur sál lækna mig, sigurmanns gröfin tóm, krafti þínum rís ég upp, vera þinna, tigna þinna, ást mín og von, Guðs eini son, Jesús, Jesús, báðar hönd þín, endalaus mín, Jesús, Jesús, ást mín og von, Guðs eini son, Jesús, Jesús, báðar hönd þín, endalaus mín, Jesús, þinn nafn, hvert einasta skref, meðan andan ég tek, Jesús, þinn nafn, eilíft. Ég mun bera þinn nafn, Jesús, þinn nafn, eilíft. Hvert einasta skref, meðan andan ég tek, Jesús, þinn nafn, eilíft. Ást mín og von, Guðs eini son, Jesús, Jesús, báðar hönd þín, endalaus mín, Jesús, Jesús. Drottinn Guð minn, hér ég krýp á kné og ég þakka þér. Takk, Jesús. Gegnum allt hefur leitt mig þegar nóttin dimm,
enginn hér. Halleluja. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilíf minn Guð. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilíf minn Guð. Þú sem skapaðir heiminn, heldur veröldin í hendi þér. Takk, Jesús. Þú sem skapaðir höfin og lífið sjálft í hjarta mér. Þú lítur þú til mín, heldur utan aldrandi þjóð. Og veitir mér styrkinn gegnum lífsins sjó. Prís ég Guði, halleluja, ég elska þetta lag.
Halleluja. Bara hjarta mitt fyrir að syngja. Ekki bara varirnar og tungan, heldur hjartað. Dýr sig Guði. Halleluja. Þið ekki spennt í dag? Dýr sig Guði. Ég held ég aldrei verið eins spennt fyrir aðventu eins og núna, bara í langan tíma. En við ætlum að fara inn í orð Guðs og ég vil bara þakka þessu frábæra fólki fyrir þeirra þjónustu. Amen. Og mér langar bara til þess að biðja ykkur að standa eins á fætur. Við ætlum að biðja og ég ætla að fá Árna til þess að koma og biðja. Í Jesú nafni. Já, Drottinn Jesús, við þakka fyrir trúfestin og náð hér í dag, Drottinn Guð, og þakka fyrir það að þú hefur útdelt þínum heila anda inn í líf okkar, Drottinn Guð. Og ég bið Drottinn Guð í dag að þú bara vekjur okkur upp fyrir andan, Drottinn Guð, til hlýðni við trúna Jesús. Og ég bið að það orð sem að gengur fram hér í dag, Drottinn Guð, að það megi vekja upp trúna í okkar lífi, Drottinn Guð, til þess að undirbúa okkur fyrir það sem að þú ert að fara að gera meðal okkar, Drottinn Guð. Og ég bið þig, Drottinn Guð, að þú starfir að meðal okkar, Drottinn Guð. Þessi 2 eða 3 samankomnir í þínu nafni, þar er þú mitt að meðal, Drottinn Guð. Og þakka fyrir það að þú ætlar að gera eitthvað sérstaklega hér í dag, Drottinn Guð. Og ég bið þig gegn sérhverju hindrun sem að kemur í gegn því að orð þitt verði tala hér út í dag, Drottinn Guð, og andi þinn leystir yfir líf fólks hér í dag. Ég kemur gegn sérhverju hindrun, Drottinn Guð, sem að hindra, Drottinn Guð, að þitt orð vinni það verk í okkur sem að þú hefur falið í að framkvæma, Drottinn minn Jesús. Og við lofum að blessu þitt nafn, Drottinn Guð, hér í dag. Þú ert réttlátur og þú ert heilagur, þú ert trúfastur, þú ert miskunnsamur, þú ert náðarríkur, og þakka fyrir það að þú ert á meðal okkar, Drottinn Guð, og þú vilt búa meðal okkar fullur náðar og sannleika, Drottinn minn Jesús. Og ég bið, Drottinn Guð, að þín dýrð megi opinberast meira, Drottinn Guð, við fáum séð og þekkti meira, Drottinn, í Jesú nafni. Amen. Allir líðurinn sagði. Amen. Það er það sem ég held. Eins og við vitum og er mikið búið að vera talað núna síðustu vikur og mánuði, þá er tími Arnarins runnin upp. Og mér langar til þess að fara hér í dag svolítið í það hvað það þýðir. Tími Arnarins. Tími minn er runnin upp. Mér langar til þess að vera Örn. Þannig að ég segi bara að tími minn er runnin upp, svo sannarlega. Og tími ykkar líka. Og það er svo frábært að allar þessar frásagnir í Biblíunni, vinir, hafa dýpri merkingu. Þegar þú lest orðið, þá er þetta svona eins og lag ofan á lag. Það er lína ofan á línu. Og ég hef verið að lesa stundum sömu versin aftur og aftur og aftur, bara frá því ég var lítið stelpa, og ég fæ alltaf eitthvað nýtt út úr orði Guðs. Og vitið það er ótrúlega spennandi hvað Guð er trúfastur að opinbera vilja sinn í gegnum orð sitt og líka að maður fái opinberun á þeim tíma sem maður þarf. Og ég get ekki eiginlega útskýrt öðruvísi en þegar ég er að gangi gegnum einhver ákveðna kringumstæður og ég les orðið, þá er eins og orðið tali inn í þær kringumstæður. Það er nefnilega lifandi og það er kröftugt. Og það er, vinir, orð Guðs er magnaðasta fyrirbrigði sem bara tilfinnst á þessari jörð. Og vitið það, ég held að þessi verk óvinarins, hvað það hefur í rauninni, þú veist, hvað er erfitt fyrir marga kristna að lesa orðið. Það er bara virðist vera ótrúlega erfitt fyrir fólk að opna Biblíuna. Það á ekki að vera þannig. Út af því að óvinurinn er sigraður. Og hann veit, vinir, og ég er að segja ykkur hér í dag, hann veit þvílíkur kraftur býr í orði Guðs. Þannig að ekki láta óvininn ræna fá þig blessun dagsins í dag. Með því að hafa áhrif á hugaðinn, vinir, við erum kölluð til þess að fljúga hærra. Og ég ætla að segja þetta aftur, við erum kölluð til þess að fljúga hærra í Jesú nafni. Og við í dag, vinir, við ætlum að fljúga hærra. Og mér langar til þess að byrja að lesa í 5. Mósebók, í 32. kafla í versi 7. Byrjum í versi 7. Og þar kemur svo fram, og þetta er Móse að skrifa. Minnstu fyrri tíða, hyggað árum gengina kynslóða. Spyrðu föður þinn, hann fræði þig. Öldungana, þeir segja þig frá. Við lifum á tímum þar sem er gert lítið úr visku þeirra sem hafa farið á undan. Og það er hættulegu tími. Það er bara beinlínis hættulegu tími.
Vitið það, Guð hefur kallað öldunga til þess að fara fyrir í rauninni, að mennta þá sem eru, þú veist, ekki eins, komnir eins langt í Guðsríkinu. Við erum að hlusta þá sem hafa farið á undan. Það er mjög mikilvægt. Svo kemur hérna vers sem er langað til þess að kannski að leggja sérstaka áherslu á í dag. Og það er vers 9. Þegar hlutskipti drottins líður hans Jakob, útlutuð arfleið hans. Hann fann hann í eyðimerkur landi og í óbyggðum, innan öskrið í örafanum. Hann vendaði hann, hugði að honum. Hann varveitti hann sem sjáaldur auga síns, eins og örn sem vekur upp hreiður sitt, svífur yfir ungum sínum, svo útbreiddi hann vængi sína, tók hann upp og bar hann á fuglsfjöðrum sínum. Það sem er athyglisvert við þessi vers er að þarna stendur Móse fram fyrir dauða sínum. Hann veit að hann mun ekki sjá fyrir hérna landið. Hugsið ykkur. Maðurinn sem var fenginn til þess að færa Ísraelsmenn út úr ofsóknum Egypta. Hann hafði leitt lífin, en út af því, vinir, hann gerði ekki vilja Guðs. Hann sló tvisvar í klettin. Þið þekkið þessa frásögn. Og þá segir Guð við hann, þú munt ekki sjá fyrirheiti verða veruleika. Hugsið ykkur, hann bara sló eitt klett og þar með var málið dautt. En það sem að Guð gefur honum, og það sem að mér finnst alveg ótrúlegt, hann gefur honum upp innblástus orð, og hann skrifar alveg ótrúlega fallegt ljóð. En það er tvíbent þetta ljóð. Það er annars vegar hvatning, en hins vegar dómur. Þetta var erfitt orð. Því hann er í rauninni að segja við Ísraelsmenn, farið þið lengra en þangað sem ég hef komist. Það voru tímamót á þessum tíma þegar Móse orti þetta ljóð. Og vinir, það eru tímamót í dag. Það eru nefnilega tímamót. Og vinir, við eigum ekki bara að vera heyrendur orðsins. Og við verðum að vera gjörendur. Það er komið sá tími, vinir, sem að Guð ætlast til af okkur, að við förum að fasta fæðu, að við förum að þroskast á göngunum með honum, að við förum að fljúga hærra. Má ég heyra amen? Því að tími arnarins er runnin upp. Takk Jesús. Halleluja. Og hann segir við þá, og hann líkir þessu við sem örn sem vekur upp hreiður sitt. Þetta er svolítið áhugavert. Örn sem vekur upp hreiður sitt. Það er margt við örnin sem að við getum svo sannarlega lært af. Kolli kom inn á það í síðustu viku og það er svo athyglisvert. Fyrsta versi hans Kolla var þetta vers. Og ég í rauninni ætlaði að predika síðasta sunnudag, ég var bara svo slöpp. Kolli las nákvæmlega þetta vers á sunnudaginn. Við vorum ekkert búin að tala saman. Hugsið hvernig Guð er. Hann er svo nákvæmur. Hann er að leggja áherslu á eitthvað. En hvað er það við örnin og hvað þýðir þetta að vekja upp hreiður sitt? Hvað þýðir þetta? Hvað kennir þetta okkur í dag? Hvernig getum við tilenga okkur þetta til þess að stíga hærra í Guðsríkinu? Og mér langar til þess að fara inn í þau mál. Það er margt sem við getum tilenga okkur. Örnin er nefnilega alveg ótrúlega magnað dýr. Á hverju er líkingin örn en ekki kjúklingur? Og ég var bara að horfa hjá henni, ég var ekki að meina að hún væri kjúklingur. Ég vil bara taka það sérstaklega fram. Jóhanna var einmitt að segja við mig á hann, hún alveg bara, ætlar nokkuð að tala um mig, kjúklingin. Og ég sagði, nei, Jóhanna, þú ert örn, þú bara óbúslega lítill örn. Nei, ég er að grínast. Af hverju notar hann ekki, þú veist, samlíkinguna við kjúkling? Út af því að örnin, hann flýgur hæst. Hann flýgur hæst allra fugla. Vitið það, örnin getur hort á móti sólu og ekki skemmt augun sín. Finnst ykkur það ekki svolítið merkilegt? Við eigum nefnilega að horfa á sólnanna
Og vitið það, þegar við gerum það, þá fljúum við hærra. Akkurat. Við fljúum hærra. Annað sem mjög athyglisvert við örninn að hann gerir hreiður á klettasillum. Og það annað, vinir, sem við þurfum að taka til okkar í dag. Það að búa til hreiður, ekki bara fyrir okkur, heldur fyrir afkomendur okkar, upp á klettasillu. Að sjá heiminn í víðara samhengi eitthvað sem biblíulegt og gott og til eftirbreytni, vinir. Við kristi fólk megum ekki vera með ykkur að röra sín á kringustæðunar og það Guð svo miklu stærri. Og það sem svo frábært við örninn þegar hann í rauninni verpir eggjunum sínum að það á klettasillu, þannig að leið og litlu arnar ungarnir klekjast út, þá horfa þeir á veröldina í víðu samhengi. Og vinir, í dag þá Guð að fara fram á það við okkur að við horfum á veröldina og Guðsríkið í víðara samhengi en við höfum verið að gera hingað til. Má ég heyra amen? Það bara krafa. Það krafa. Og það sem að meira vinir, örninn býr til hreiðrið úr reynslu heimi sínum. Leið mér að útskýra. Móðirinn fer víða veröld, nær í greinar, tekur greinarnar og býr til hreiðrið. Þannig að hreiðrið í rauninni reynslu heimur foreldris. Það bara hreinlega þannig. Og hreiðrið nánast vísindalega gert. Það fullt af greinum, þú veist, en þær allar út á við. Hreiðrið sjálft mjúkt, það þægilegt, það gott og það gott að vera hreiður ungi í hreiðri arnarins. Það mjúkt og það þægilegt. Og það sama með okkur, vinir. Þegar við tökum á móti Jesú Kristi, þá það mjúkt og það þægilegt og það gott. Og það sem að Guð gerir, hann gefur okkur á sínum reynslu heim og hann segir, lærið af mér. Lærið af mér. Og við eigum að læra af honum. Við eigum ekki bara að hlusta á hann, við eigum líka að framkvæma. Við eigum að læra af honum og við eigum að feta í hans fótspor. Og hann gefur okkur að borða. Hann gefur okkur að borða. Hann fer út og sækir mat fyrir ungana sína og hann hlúir að ungunum sínum. Og vinir, Guð hefur svo sannarlega hlúð á okkur. Og það meiri sem hægt að færa þetta upp á bara, þú veist, náttúrulega foreldra. Ég veit að mamma og pabbi bjuggu mér bara alveg ágætis hreiður. Ekki fullkomið. Það enginn með fullkomið hreiður. En vinir, mér ekki ætlað að vera í hreiður í mamma og pappa. Mér ætlað að fljúa. Og ég þarf að finna minn eigin reynslu heim og eiga persónlegt samband við Jesú. Það þýðir ekki bara að heyra af Jesú. Við þurfum að vera eins og Jób. Þegar augu hans sáu hann. Hann sagði, nú hefur auga mitt litið þig. Og það kemur aldrei, vinir, þegar við erum bara í hreiðrinu. Það virkar ekki þannig. Augans líta þegar við erum farin að fljúa sjálf, við erum farin að upplifa með Guði það sem að Guð hefur fyrir okkur. Og vinir, kirkjan í dag, hún svo uppfull af allavega, veit ég, þessi kirkja, ég tala bara fyrir okkur, við vitum orðið svo margt. Nú komin tíma að framkvæma. Dýrsi Guði. Og það svo spennandi, vinir, að fá að framkvæma því að Drottinn hefur trú á okkur. Ég ætla bara að segja það aftur. Drottinn hefur óbilandi trú á kirkju sinni. Hann vill ekki bara að við verðum föst í ykkur í hreiðri. Hann vill að við breiðum út vængina. Og vængkaf Arnarins alveg 220 sentimetrar, þetta gríðalegt vængkaf. Þeir eru auðvitað misstórir og fer eftir í rauninni hvers konar örn að ræða. En við erum að tala hann svo öflugur. Og það sem að örnin gerir, vinir, og það sem að við þurfum að læra að gera,
þegar kemur stormur, þá lítur örninn á það sem áskorun að fljúga hærra. Vinir, kirkjan alltaf einhvern veginn hér niðri. Við erum alltaf að biðjast afsökunar og vera til. Það komið tími til að við hættum að biðjast afsökunar. Vinir, við þurfum að fara að fljúga. Okkur eru gefnir þessi massífu, þið vitið, vængir. Og þú munt aldrei vita hvað Guð hefur sett innan með þér nema þú takist á loft og leyfi Guði að efla þig og styrkja þig til þess að fljúga hærra. Annað sem að mér finnst þetta eiga við, talandi um að fljúga yfir storminn. Það svo margir í kirkjunni sem eru móðgaðir. Sárir. Og vinir, ég hef alveg fullt tilefni til þess að vera ótrúlega sár, út í bara töluvert marga. En vitið það, særindi halda mig bara frá tilgangi mínum. Við þurfum að vera fljót að fyrirgefa. Við þurfum að setja í gleymskunar haf og það er það sem örninn gerir. Hann fer hærra en einhver vont veður. Hann fer hærra. Og vinir, í dag að þá þurfum við að leggja til hliðar, þið vitið, þessi smá smugulegu, hugsunarhátt, þar sem að við erum að kýtast eða við erum ekki sammála eða við erum reið eða við erum bitur og þess ekki að gera þetta. Við þurfum að fara að sjá hlutin í stærra samhengi. Og við þurfum að fara að sjá að allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gjör. Og við þurfum líka að sjá að þessar erfiðu kringumstæður með auðvitað þeim góðum muni samverka okkur til góðs. Staðreyndin svo að við notar þessar erfiðu, óþægilegu kringumstæður til þess að kenna okkur. Allar kringumstæður geta verið kennslustund fyrir okkur í dag. Og veitir það, ég hef lært mest á erfiðum kringumstæðum. Það eru kringumstæðina sem að setja, gerða verkum að eitthvað setur eftir í hjarta mínu, vinir. Þess vegna verður að vera fljót. Við segjum þetta oft við Gunnar þegar hann fara að keppa, passa að halda haus. Hann þolir ekki því ég minnist á hann í predikun. Því miður, allir sem eru skildi mér fá að heyra. En það sem ég að segja, pössum okkur á að einhver leikmaður og andstæðingur og öðru liði trufla okkur ekki þannig að við getum ekki spila leikinn. Skiljið hvað ég er að meina? Og vinir, við þekkjum það í Rómverjabréfinu í 12. kafla, þá segir hegðið yður eigi eftir öld þessari. Takið háttaskiptum með endurnýjung hugarfarsins. Vinir, Ísraelsmenn hefðu aldrei farið inn í Kanansland nema út af því að þeir endurnýjuðu hugarfarið sitt. Það er hluti af því að ganga inn í vilja Guðs. Og til þess að endurnýja hugarfarið, þá þarftu að fljúga hærra. Þú þarft að treysta meira. Þú þarft að láta vaða í kringustæður sem að þú ert ekkert endilega sterkur í. En vinir, það sem ég hef lært að mátturinn fullkomnast í veikleika. Það sem ég hef lært að Guð kemur aldrei of seint. Það sem ég hef lært að Guð fyllir á það sem að mér skortir á. Og vinir, ég trúi því að inn í þessum hópi hér í dag, fólk sem að hlusta mál mitt, bæði hérna í gegnum netið og líka þeir sem eru hér. Innan með ykkur, vinir, býr eitthvað alveg stórkostlegt sem að Guð þráir að nota. Guð hefur kallað eitt og sérhvert ykkar til þess að stíga inn í Kanansland. Hann hefur treyst okkur fyrir því. En til þess að svo mætti verða, verðum við að hafa hugrekki að breiða út vængina og fara að fljúga. Við þurfum að fljúga hærra. Og vinir, í dag, kirkjan þarf að fljúga hærra. Það er frekar, láta okkur risið. Ég er að hvetja ykkur. Vitið það, þetta er bara pjúra biblíulegt. Þetta er bara biblían.
Og hugsið ykkur, Móse að missa af að komast inn í Kanasland. En það sem að Guð gaf Móse, þetta ljóð sem að Guð gaf Móse, var til þess að kveikja í Ísraelsmönnum. Að hafa hugrekki til þess að skilja þið gamla frá þessu nýja sem að Guð hefði fyrir þá. Og á sama tíma, vitið hvað gerðist? Þau hættu að fá manna. Þau þurftu sjálf að afla sér fæðu. Finnst ykkur þetta ekki líka svolítið áhugavert? Þetta á sama tíma. Það var engin kokkur. Guð kom ekki bara með lynghænsnin, það breytist allt skipulag hjá þeim. Þau þurftu að fara að taka sjálf upp matinn. Og vinir, þetta var í rauninni betri matur. Fjölbreyttari matur. En þau þurftu að hafa meira fyrir hlutunum. Þannig að það er líka tákgrænt. En vinni, það voru svo sannarlega ekki allir sem að gengu inn í Kanast land sem hafðu uppáflega farið út af Egyptalandi. Og það er það sem er svo sorglegt. Innan með okkur öllum eru möguleikar. Guð hefur sett innan með okkur öllum möguleika. En það sem óvinnurinn gerir er að hann reynir að hafa áhrif á okkur þannig að við stígum ekki fram og erum það sem við eigum að vera. Óvinnurinn hefur alveg ótrúlegan mátt að því leitinu til. Hann hefur í rauninni engan mátt, hann getur ekkert gert neitt. En hann hefur áhrifamátt. Og það sem óvinnurinn hefur gert er einmitt að telja kristnu fólki trúum að þeirra rödd skipti ekki máli. Það er ekki rétt. Og í dag að það þarf kristin kirkja að fara að rísa upp og tala máli drottins Jesú. Við þurfum að hætta að vera eins og einhverja mís og fara að vera ljón þegar kemur á drottni. En þegar fólk er að ráðast á okkur, leifum því bara að gerast. Það er bara gott fyrir okkur. Það auðmýkjur okkur. Og ég veit ekki með ykkur en ég þarf meiri auðmýkt inn í mitt líf. Við þurfum það öll. En þegar kemur á drottni, vinir, þá þurfum við að standa í lappirnar. Vinir, við eigum það besta. Og það er svo einkennilegt að íslensk þjóð, hún leitar á öllu öðru en til kristni. Þetta á ekki að vera svona. Sjáu þið ávöxtina af kristinni trú á alla vestræna menningu. Þvílík blessun sem að kristin trú hefur verið. Ég meina lögin okkar, lögin í Bandaríkjum, lögin í Evrópu byggir allt á kristnum gildum. Vinir, við búum við ríkidæmi. Við erum svo blessuð. Og við erum að skammast okkar fyrir það sem við trúum á. Ég held ekki. Bara í Jesú nafni. Og megum við finna hugrekkið eins og Móse fór fram á við gyðingana. Takið ykkur upp og farið að fljúga. Farið hærra, farið lengra en ég gat komist. Hugsið ykkur. Magnað. Og vinir, Guð er bara að kalla kirkjuna lengra. Guð er að kalla mig á nýjan stað, þar sem ég þarf að treysta honum með alveg nýjum hætti, vinir. Og vinir, hann er ekki bara að tala við mig, hann er að tala við okkur öll. Hvað er það í mér sem stendur í vegi fyrir því að ég fara að fljúga? Alli? Nei, djók. Nei, ég er að djóka. Ég vil að fá mig vatn. Það er alls ekki alli. Það þurfa allir einn alla í lífsitt. Ég hef sagt áður, ef ég myndi dett í hug að vilja vera forseti Bandaríkjanna, allir væri bara svona, já, gerum þetta. Nei, það er æðislegt. Og þess vegna skiptir máli, eitt annað sem örnin gerir, örn er með öðrum ernum. Hlustið á mig. Það er til tjóns að vera vinur allra. Biblían kennir það. Við þurfum að vera með öðrum. Akkurat. Örn laðar að sér örn. Þess vegna lögumst ég og Ella svo mikið að hver annari. Nei, í alvörunni. Og vitið það, ég hef lært þetta með betri reynslu. Vitið að það er ekki allir sem að vilja fara hærra. Því miður.
En Guð hefur kallað okkur herra og þá skiptir máli hver í þínum innsta hring. Hver besti vinur þinn? Það eitthvað sem bara talar endalaust dauða? Eða eitthvað sem sér möguleikan? Já, ég ætla að gera þetta með þér. Ég ætla að fara lengra með Guði. Vitið það, að eiga góða kristna vini sem að tala í mann kjark þegar kringumstæðurnar vilja draga úr manni allt líf skiptir öllu máli. Og vinir, það fullt af fólki hérna inni sem eru góðir vinir. Veljum okkur góða vini. Við erum ekki í kringum fólk sem að tala dauða og gerir bátinn okkar lekan. Vitið það, ég svo þakklátt fyrir það að fá að eyða tíma til dæmis með Jóhannu á hverjum einasta degi. Förum í ræktin á hverjum einasta degi og við bara grenjum úr hlátri hérna, við hlæjum af öllu, aðalega okkur sjálfum. Við erum freka fyndnar. Viljum við meina. En það svo dásamlegt, hugsið ykkur, við erum ekki bara systur í Kristi, við erum systur. Og það dásamlegt að hafa ykkur mannesku sem hefur verið vitna lífi mínu og ég af hennar. Og við eigum bara svona yndisleg samfélag. Og vitið það, kirkjan á að vera þannig. Við erum bara, við erum bara, samfélag trúara. Við eigum að koma saman og lyfta hvort öðru upp og blessa. Og hvetja fólk áfram. Ef þú ert með eitthvað gjöf, þá vil ég sjá þig blómstra. Þín gjöf hjálpar Guðsríkinu. Og leið og við erum farin að horfa þannig á hlutina í víðara samhengi, nota bene. Og það, Guðsríki oft þannig bara, já, þetta mitt ríki, ég verð að passa upp á mitt, ég verð að passa upp á. Nei, leið og þú hættir að passa upp á þitt og ferð að hjálpa öðrum, þá mun Guðsríki stækka. Þetta í rauninni svo akkurat öfugt við það sem við höldum. Það óttinn sem að færa okkur til að vera hér. Það kærleikurinn sem fær okkur til að vera hér. Það málið. Og vinir, við þurfum að henda þessum ótta út af hafsauga. Fullkomin elska, hún útrekur óttan. Og vitið það, fullkomin elska býr innra með þér. Heitir Jesús. Býr innra með þér. Og hann með þér allt til enda veraldar. Hann búinn að lofa því orði sínu. Við hvað eru við hrædd? Hvað geta menninni gjört okkur? Og það góð spurning. Hvað það versta sem gæti gerst? Ef að þú tekur stöðina og bara, hér ég stend fyrir þetta. Jesú Kristur minn frelsari. Það fær mér ekkert haggað. Vitið það, ef það myndi rísi fólk sem að væri bara allir þar, í þessu, við myndum sjá þetta land breytast, umbyltast. Við þurfum ekki að vera smeyk, við þurfum ekki að vera óttaslegin. Hann hefur sigrað dauðan, hann hefur sigrað allt og hann býr innra með þér. Bara minna þig á það, hann býr innra með þér. Já, hann eilífa lífið. Og hvað það versta sem getur gerst? Nú, að við bara deyjum. Það svo hræðilegt? Það bara alls ekki hræðilegt. Því að lífið með Kristur og dauðin ávinningur. Hvað það versta sem getur gerst? Að þú hittir frelsarann aðeins fyrr. Það bara blessun. Það nefnilega bara dásamlegt. Þannig að við þurfum að hafa þetta hugafar Arnarins, vinir. Við þurfum að fara að svífa herra. Við þurfum að sjá hlutinu með öðru samhengi og annað sem Örnin gerir líka. Hann æxlast í háloftunum. Mér finnst þetta líka ótrúlega merkilegt. Talandi veraldlega ást. Þetta svona, klóra þú mér á baki og ég klóra þér. En við að Guð að kalla okkur til þess að eiga öðruvísi kærleika. Þennan agape háa kærleika. Þennan fórnandi kærleika. Vinir, við þurfum að hætta þessu klóra þú mér og ég klóra þér. Við þurfum bara að klóra. Ekki þannig, ekki svona. Ég sá gefnum var svona við alla. Nei, ég að meina, við þurfum bara að vera góð við fólkið í kringum okkur. Við þurfum bara að efla hvort annað án þess að búast við einhverju tilbaka. Þannig Örnin. Hann elskast í heiminn loftanum. Og muniði,
Jésu var alltaf að benda lærisveinunum, slíkra himnaríki, horfið á það sem í hennu efra. Hann alltaf að hjálpa okkur að horfa upp á við. Upp á við. Af hverju? Út af því við erum svo gjörn á að vera hér. Við sjáum ekkert í neinu samhengi. Og vinir, þegar við erum fann að horfa dýpra og lengra, og vinir, sko örning getur hort alveg, veist, og jafnvel í svarta myrkri marga kílómetra í burtu. Þvílík sjón. Þegar við erum fann að vera með þessa sjón, að jafnvel þótt að við göngum í gegnum dimman dal, að þá bara skiptir það engu máli því hann með okkur. Sproti hans og stafur huggar mig. Ég þarf ekki að hafa neinar áhyggjur út að hann með mér. Og ég sé endatakmarkið. Ég sé hvaða verk Guð að byggja innra með mér. Og vinir, í öllum kringumstæðum þá getur Guð notað alla kringumstæði til þess að koma fram vilja sínum í lífum okkar. Þannig í staði fyrir að reiðast yfir ykkur, til dæmis eins og ef ykkur gerir eitthvað ámannshlut. Ég talaði manneskjundaginn, hún skildi fyrir örugglega hátt í 15-20 árum síðan, en þá brjáluð úr ofsa. Þetta bara sad. Þú ert að leyfa einhverju manneskju að ræna frá þér lífinu. Að stjórna þér. Hvað málið? Þú ert að þakka manneskjunni fyrir að hafa kennt þér eitthvað í alvörunni. Það leiðin. Og þannig, í staðinn fyrir að fara niður, þá ferðu upp. Þú fær þetta arnar element í lífið þegar þú hugsar hlutina með þeim hætti. Vitið það að vera fljótur að fyrirgefa ekki merki veikleika. Það styrkleiki. Því að okkur hefur líka verið fyrirgefið, vinir. Hann hefur fyrirgefið okkur allt. Og að við skulum halda ykkur gera einhvers konar reikningsskil gagnvart öllum þeim sem hafa gert okkar hlut. Við bara henda þessari bók og brenna. Í Jesú nafni. Út að við þurfum öll á miskunn og náð að halda. Ekki satt. Og vinir, í staðin fyrir að gráta hlutina, treystum Guði þegar ein dyr lokast að önnur opnist. Og það nú yfirleitt þannig að það eitthvað betra sem að stendur við hornið. Það eitthvað betra sem býður okkar. Og í staðin fyrir að vera kvarta og kveina, þá þurfum við að lofa Guði í öllum kringumstæðum. Út að við sjáum hlutina með víðari skilningi. Halleluja. Og vinir, til þess að taka Kanasland, þá þurftu að horfa hlutina öðruvísi. Og í dag, vinir, þá stöndum við á bjargbrún á okkur í nýju. Það bara þannig. Og Guð með kröfu. Hann með kröfu á mig, ég bara finna. Að ég endur nýju hugsun mína. Og vitið það, ég ætla ekki að gera kirkju eins og hún hefur alla tíð verið gerð. Ég vil nýja áskorun frá Guði. Og ég bara hveti ykkur líka að taka við þeirri áskorun sem að Guð að fæða fram í ríki sínu. Bara í Jesú nafni. Hvernig getum við með betri hætti ná til fólksins hérna fyrir utan? Vinir, sálmurinn sem var sungin 1920, við gætum þurft að syngja jafnvel eitthvað annað. Ég ekkert að gera lítið úr þessum sálmi. Ekki heyra það sem ég ekki að segja. Vinir, syngjum nýjan söng. Bara í Jesú nafni syngjum nýjan söng. Og leyfum Guði að eiga við þetta element í okkar hjarta. Ófyrirgefningu. Þú veist, að neita að breytast og læra. En nú komið að predikunni. Það bara eingangur. En hann talar að vekja uppreiðu sitt. Hvað þýðir það? Hvað þýðir að vekja uppreiðu sitt? Akkurat, það sem að gerist þegar örnin fyrir að vekja uppreiðu sitt það að hún tekur þægindin í burtu. Hún fyrir að taka, mosan og allt það sem að búið að gera þægindin fyrir litlu ungana og það ungin bara orðin rosalega stór. Hann bara með stóra, þið veitir, vangi og
er bara farin að hálfdetta út úr hreiðrinu. Og mamman sér þegar unginn er orðin nógu burðugur til þess að fara að fljúga. En unginn vill ekkert endilega fljúga. Ég veit ekki með ykkur en við höfum oft notað, hann svolítið svona sparka mig bara út úr hreiðrinu. Og Jóhanna var að spyrja mig í morgun hvort að ég ætla að sparka henni út úr hreiðrinu. Sagðir það ekki annars? Já. Ég sagði nei, ég sagði já, einmitt. Ég er nefnilega svolítið meðvirk, svolítið erfitt. Ég get ekki ímyndað mér að börnin mín fari nokkuð tíman út úr hreiðrinu. Ég vil að Gunnar og Hulda María búi hjá mömmu að eilífu. Amen. En það er ekki gott. Þá er ég þroska þjófur. Það er nýtt orð sem ég er búin að vera að læra. En hvar var ég? Já, það sem að Arna-mamma gerir og Arna-pappinn, þau taka reynslu heiminn, þú veist, þessar greinar sem voru vísindilega settar til þess að beinast út á við, að taka greinarnar og fara að beina því inn á við og fara að pota í litlar angar, þú veist, Arnar ungan. Og þetta er bara óþægilegt. Kolli kom inn á það, stundin á þetta glerbrot og þetta bara fer að vera óbúslega óþægilegt. Og það er svolítið áhugavert Guð. Ég finna alltaf þegar ég á að færa mig úr stað, þá verða allt í einu kringumstæðurnar mjög óþægilegar. Allt í einu finn ég svona pot og staður þar sem ég var vön að geta hvílt á, er ég hætt að geta hvílt. Skiljið hvað ég er að meina? Allt í einu er bara eins og þetta er ekki gott. Ég bara finna, það er bara verið að pota í mig. Þú veist, Arnar mamman, drottinn er að pota í mig. Og allt í einu finn hann pota meira og meira og meira og staður sem mamma var vanur að geta hvílt á, getur maður ekki lengur hvílt. Og það sem að gerist er að unginn, hann verður að fara út úr hreiðrinu sínu. Og muniði, hann er á klettasillu. Það er bara opinn dauðinn hann fyrir neðan. Það er ekkert millistig. Þannig að hún ítir og ítir þangað til unginn, þú veist, dettur út úr hreiðrinu sínu loksins. Og svo bara hrapar hann og reynir að blaka vængjónum og oftast nær tekst það ekki, allavega ekki í fyrsta sinn. Og Arna-mamma kemur og grípur viðkomandi. Rétt áður en að verður að klessu. Þannig að þetta er líka gott fyrir okkur að vita. Rétt áður en þú verður að klessu og ég, þá kemur Guð alltaf og grípur inn í. Það er góðs viti, ekki satt. Það er bara mjög gott að vita. En hún gerir þetta aftur og stundu þar marga tilraunir, þangað til allt í henni eitthvað kikkar inn hjá Arnar unganum. Og hann áttar sig á, býtu hefðu, ég get þetta. Býtu, ég fæddur til þess að gera þetta. Mér er ætlað að svífa. Mér er ætlað að komast á nýja staði. Mér er ætlað að búa til minn eigin reynsluheim með Guði. Og vinir, þess vegna skiptir máli þegar við heyrum predikun eins og þetta að fara heim og stúdera. Getur verið, vinir, að þú getur lært eitthvað á þínum eigin forsendum heima þegar þú krifur svona predikun. Heldur betur. Og það sem að Guð gerir, vinir, það er lag. Þegar þú fer heim og þú stúderar þessa predikun eða predikun hjá Kolla daginn og þú fer sjálfur inn í orðið og skoðar, þú fær nýja ábendurinn. Þú ber til þinn eigin reynslu heim með Guði. Það er það sem gerist. Og vinir, það er nákvæmlega það sem að gerist hjá litlar andar unganum. Allt í einu kikkar inn þetta eðli. Þetta eðli sem segir, herðu, þú ert meir en sigurvegari. You can do this. Og vinni, það er eitthvað fólk hérna í dag sem að þarf að heyra það. You can do this. Þú ert meira en sigurvegari. Ef að Guð hefur komið þér þetta langt, þá ætlar hann að taka þig alla leið. Dýrsi Guði. Og vinir, okkur er ætlað að fljúga. Okkur er ætlað að byggja okkar eigið hreiður fyrir okkar eigin unga. Og það sem er athyglisvert við þetta, vinir, á þessum umskiptum, þið munið, fyrst þegar Guð kallaði gyðingana út úr
Egyptalandi, þá voru kallaðir söfnuður. Síðan voru þeir kallaðir synir og dætur. Síðan voru þeir kallaðir brúður þegar þeir fóru inn í Kanansland, ekki satt Kolli. Brúður. Það er akkúrat þessi umskipta tímabil, þetta þroska tímabil þú ert að fara úr því að vera sonur eða dóttir í það að vera brúður. Það er komið miklu meiri nánd, miklu meiri þekking, miklu meiri reynsla. Og svo ferðu að vera móðir. Það sem að gerist þegar fuglinn er loksins farin að fljúa, þá byrja móðirinn, þið vitið, áður en hún eignast ungana, að ná í sitt eigin hreiður og byggja það. Og vinir, ástæðan fyrir því að við verðum að fara að hugsa eins og Ernir er einmitt út af þessu. Við þurfum fleira andlega feður, andlega mæður. Við þurfum fólk sem er tilbúið í einingarsamfélag við frelsarann og bara leyfa við að breyta viðkomandi. Við þurfum meira af því. Og ég vona svo sannarlega að þessi predikun hafi skilið eitthvað eftir fyrir ykkur. Mér langar svona rétt að fara í Filippibréfið, bara til þess að undirstrika það sem ég var að segja. Því eitt gjör ég gleymi því sem að baki er og seilist eftir því sem framöndin er. Og keppi þannig að markinu til verðlaunin á himnum sem Guð hefur kallað oss til fyrir Kristi Jesú. Halleluja. Og annað hérna í Efesbréfinu 4:13, þangað til við verum einhuga í trúnni og þekkingunni á syni Guðs. Verðum full þroska. Náum vaxtar takmarki, Krists-fyllingar. Að við verðum full þroska. Að við förum að bera ávöxt eftir því. Að við förum að vera mæður og feður. Að við þroskumst. Að við förum að fljúga hærra, vinir. Ég bara trúi því Guð er að kalla okkur til þess að fljúga hærra. Í Jesú nafni. Rísum á fætur. Takk Jesús. Hýra bashikira bæja. Margfaldið þetta orð, halleluja. Drottinn margfaldið þetta orð í hjörtum okkar. Það sem ég sá í andonum þegar Sibba var að predika, að þá sá ég engla sem voru ekki með vængina niðri, þau voru með það svona tilbúna bara í stöðu, við erum tilbúinir eins og hermenn. Og svo sá ég borð drottins og hann saði við mig, nú er tíminn fyrir fólk mitt til að koma á borðinu. En það var annað sem að fylgdi því. Borðið er kraftaverka borð, borðið er borð margkvöldunar og hérna hann sagði undrist ekki og óttist ekki þegar þið komið og berjist að borðið mínu. Það er mótstaða, það verður sterkur vindur á móti en fljúið upp og komið að borðinu og þið munu komast í gegn vegna þess að það eru englaher sem er að berjast með ykkur og nú er tími, það er nýr tími, það er tími margkvöldunar. Og komdu með það litla sem þú átt og láttu Guð margfalda það. Og trúfesti eins og Konni. Og þú veist svona dýrmæta perlur. Guðmundur og Árni, spámaðurinn. Komið að borðinu þar sem þið getið margfaldað. Og Þorgils, þessi trausta hetja drottins. Nú er tími til að sjá Guð taka og umsnúning í lífum okkar. Og ég sá þetta var svo skýrt hvernig Guð ætlar að gefa okkur miklu meira en við búumst við. Og þau munu undrast. Sá sem er lítill í Guðsríkinu, hann verður kallaður hetja. Vegna þess að Guð margfaldar. Það er nýr tími og það er tími Guðs. Og það er ekki bara tími Arnarins, það er tími Guðs. Amen. Þannig að bara þetta kom til mín mjög sterkt. Bara Drottinn margfaldi orðin sem hann gaf þér. Amen. Já. Og bara lína. Amen. Drottinn talaði til mínu, þetta er alveg í andaður sem hefur verið að gerast og Drottinn talaði til mín í dag og þann tíma sem við lifum á og hann talaði til mín í Rómverjabréfinu
þegar að þeir þekktu Guð en hafa ekki vegsama hann eins og Guð né þakka honum, heldur hafa þeir gjörst hégómalegir í hugsunum sínum og þeir skynlausa hjarta þeirra hefur hjúpast myrkri. Og þar sé skynlaus, það þýðir heimur án skilnings, og hégómalegur, það þýðir aðgerðalaus, það þýðir að vera gróðulaus. Og við þekki Guð en ætlum við að láta hjarta hjúpast myrkri, Drottinn að taka þetta í burtu. Og Sibba talaði að lofa Drottinn í öllu kringumstæðum á nýjan hátt. Við vitum að við eigum að lofa Drottinn og við vitum að það koma nýjir tímar og þeir þekktu Guð, við þekkjum Guð og en við höfum samt ekki vegsama hann eins og Guð, né þakka honum eins og Guð. Jésjana! Heldur höfum við gjörst hégómaleg í hugsunum og skynlausa hjarta okkar hefur hjúpast myrkri. Við skulum láta þetta myrkur víkja í burtu og lofa Drottinn eins og hann er klettur aldana. Og svo langar við að segja að í orðskviðunum þá segir varir hins réttláta fæða marga. Sjáðu Sibbu, hún að fæða okkur og en afglapanir deyja úr vitleysu. Þar segja, sá sem hefur vanþekkingu hjarta, förum heim og stúdurum orðið. Eins og Sibbar segja, tökum predikunni hjá Kolla, förum heim og kíkjum hana. Þetta varir sem hins réttláta til þess að fæða okkur. Í Jesú nafni og verum ekki skynlaus. Í Jesú nafni, því Drottinn að gera nýja hluti í dag, að hann hefur borð frammi fyrir okkur. Við þurfum bara að fara að borðinu, eins og Kolli segja, það barátt að borðinu. En borðið þarna og það allt fyrir okkur þarna á borðinu í Jesú nafni, amen. Hann hefur þetta fyrir okkur öll í Jesú nafni, amen. Dísi Guði, eigum við ekki að þeir sem að vilja að koma fram, ef þið viljið eitthvað nýtt frá Drottni eða bara syngja saman, hvernig sem að þið vilja hafa það, við erum hér til þess að biðja með okkur, en við ætlum að enda þessa samkomu á því að syngja lag. Amen, við ætlum að syngja. En ef þið viljið koma og fá fyrirbæn þá bara opið, bara Drottinn bless ykkur og bara njótið vikuna sem framundan en syngjum fyrst saman. Frelsar á ég og vinur eilíf, hann elskar mína sál. Í öllum raunum ég treysti honum, hann aldrei fer mér frá. Eina sem ég þarf Jesú, ég vil aðeins syngjum hans nafn. Einum þér ég tilheyri Jesú, ég frelsi fyrir náð þína. Ekkert annað í þessum heimi sem fangar mína sál. Því lausnar gjaldið varir eilíft, nú frelsarinn mig af. Eina sem ég þarf Jesú, ég vil aðeins syngjum hans nafn. Einum þér ég tilheyri Jesús, ég frelsi fyrir
frelsi fyrir á þína á. Þú ert framtíð mín og von. Þú ert styrkur minn Guðs son. Mín sál fyrir þig. Þú ert framtíð mín og von. Þú ert styrkur minn Guðs son. Mín sál fyrir þig. Eina sem ég þarf Jesús. Ég vil aðeins syngja hans nafn. Einum þér ég tilheyri Jesús. Ég frelsi fyrir á þína á. Eina sem ég þarf Jesús. Ég vil aðeins syngja hans nafn. Einum þér ég tilheyri Jesús. Ég frelsi fyrir á þína á. Einum þér tilheyri Jesús. Ég frelsi fyrir á þína á. Takk Jesús, mér langar bara eitt að lokum, mér langar til þess að biðja bara bæn Arnarins. Segjum það bara, að hún heiti bæn Arnarins. Ég vil að við bara lyftum upp höndum okkur og lokum augum og hugsum til Drottins. Drottin, ég þakka þér að þú ert hér í dag, Drottin. Ég bið að gefa Drottin sem á jörðu niðri, Drottin, til þess að við förum nær þér, Drottin. Ég bið að þú opnir dyr og þú lokir dyrum. Þú opnir dyr sem að við eigum að ganga inn, en þú lokar þeim dyrum sem við eigum ekki inn að ganga. Og Drottin, gefðu okkur náð til þess að horfa ekki bara og banka endalaust á lokaða dyr, heldur stíga inn þar sem að þú hefur opnað dyr. Og Drottin, ég bið að gefa okkur hugrekki í dag. Hugrekki til þess að rísa frá því sem var, til þess að fara í það sem verður, Drottin. Og ég bið að Drottin að gefa okkur hugrekki til þess að stíga inn í landið og taka landið okkur til eigna. Og Drottin, ég bið í dag, Drottin, að gefa okkur hugrekki að hugsa það sem hið efra. Og Rabashikirabahaya, að hugsa það sem hið efra. Og Drottin, að tileinka okkur það, Drottin, sem að þú hefur kennt okkur, Drottin. Ó, Rabashiak, halleluja. Og ég bið að gefa ríkulega uppskeru, því akrarnir eru hvítir til uppskeru. Gerð okkur að viljum verka mönnum, halleluja. Rushikirabahaya. Og Drottin, ég bara brýt allt sem að hindrar okkur frá því sem að þú vilt gera, Drottin. Ég bara teka fólki minnumáttakkennt eða vannmáttakkennt, því þetta snýst ekkert það. Þetta snýst þinn vilja. Þetta snýst þinn styrk, Drottinn minn. Harabashiak, því að meiri sá sem í okkur heldur en sá sem í heiminum. Og við byggjum í Jesú nafn og allur liðurinn sagði. Og allur liðurinn sagði. Halleluja. Bara Drottinn bless ykkur og gef ykkur frábæra viku. Let's soar. Í Jesú nafni. Nú samkoman á enda. Við þökkum þér fyrir að hafa verið hér
En við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjun okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir 1 viku.